Framleiðsla Norðuráls á Grundartanga í uppnámi og keyrt á þriðjungs afköstum. Forstjóri Norðuráls og formaður Verkalýðsfélags Akraness segir þetta gríðarlegt áfall. Rússar gerðu harðar árásir í Úkraínu í morgun, þar á meðal á leikskóla í Kharkiv. Forseti Úkraínu telur það góða málamiðlun að hætta stríðsrekstri við núverandi víglínu og semja svo stríðslok. Flugumferðarstjórar aflýstu í dag verkfalli sem sett hefði flugáætlun Icelandair úr skorðum á morgun. Ágætis gangur í viðræðunum en verkföll eru enn fyrirhuguð helgina. Utanríkisráðuneyti framlengdi í dag undanþágu frá refsiaðgerðum sem fyrirtækið Vélfag hefur sætt vegna tengsla við Rússa. Það leggst almennt illa í fólk sem fréttastofa ræddi við að moskítóflugan nái hér fótfestu. Aðrir taka tíðindunum af meira æðruleysi. Komið sæl. Óvíst hvenær framleiðsla verður keyrð á fullum afköstum á ný í álveri Norðuráls á Grundartanga. Áhrifin eru víðtæk, ekki aðeins á nærumhverfið, heldur þjóðarbúið allt, segir formaður Verkalýðsfélags Akraness. Rafspennir í álverinu bilaði fyrir hádegi í gærmorgun. Framleiðsla var stöðvuð í annar af 2 kerlínum og verður óákveðinn tíma. Þetta bara gríðarlegt áfall. Og í þessu tilfelli kom tilkynning frá Norðuráli í gær að 340 ker væru úti, sem að þýðir í raun og veru 66% af allri framleiðslu fyrirtækisins. Eigandi Norðurál Century Aluminum Company, sem með höfuðstöðvar í Chicago, segir í tilkynningu í gærkvöldi að gert sé ráð fyrir að tryggingar nái við tapið sem af þessu verður og að gerð verði grein fyrir því við kynningu árshluta uppgjörs 7. nóvember. Já, það ekkert smámál þegar spennir bilar í álveri. Það tekur jafnvel marga mánuði að koma honum í gang aftur og þetta hefur ekki bara áhrif á þau 100 sem hér starfa, heldur á þjóðarbúið allt, því að hluti af útflutningstekjum Íslendinga kemur einmitt héðan. Tekjurnar námu 109 milljörðum króna í fyrra eða 6% af öllum útflutningstekjum þjóðarinnar. Framleiðslan skerðist núna 2/3 hluta. Það þýðir þá 4% af heildarútflutningstekjum. Þannig að við erum ekki að tala einhverja daga eða vikur. Ég óttast að þetta sé mun lengri tími sem hér undir, sem getur haft alvarlegar afleiðingar, bæði fyrir fyrirtæki, starfsfólkið og ég tala nú ekki alla þá afleitu þjónustu og afleitu störf sem tengjast þessu mikilvæga rekstri. Að þá alveg ljóst að það hefur margfaldis áhrif og hríslast út allt samfélagið og ekki bara samfélagið, heldur í raun og veru hefur þetta áhrif á þjóðarbúið í heild sinni. Norðurál einn af stærri viðskiptavinum Eimskips. Þetta rekstraráfall hefur neikvæð áhrif á hve mikið Eimskip flytur. Norðurál stærsti vinnustaðurinn á Vesturlandi, starfsmenn eru 600 og 450 þeirra í Verkalýðsfélagi Akraness. Vilhjálmur vill engu spá hve lengi ástandið varir. Við skulum vona það besta en ég ætla líka að búa myndi það versta hvað það varðar. Fréttastofa náði tala af Gunnari Guðlaugssyni, forstjóra Norðuráls, í skamma stund síðdegis þar sem hann var staddur á flugvelli vestanhafs. Þetta mikið áfall, segir hann, og óvíst hvað olli biluninni. Við erum núna með okkar færustu sérfræðingum að greina hvað gerðist og finna út úr því. Ég hef ekki vitneskju það ennþá nákvæmlega hvað gerðist. Þetta væntanlega áfall fyrir ykkur og starfsfólkið? Þetta gríðarlegt áfall fyrir alla, bæði okkur og starfsfólkið og okkar viðskiptavinni og fylgja. Þannig að það svo gríðarlega mikilvægt fyrir okkur núna að setja fókus á það að stytta þann tíma sem það tekur að koma þessi rekstur aftur. Og þingmenn Sjálfstæðisflokksins kalla eftir tafarlausum viðbrögðum ríkisstjórnarinnar vegna bilunarinnar hjá Norðuráli. Bilunin bætist ofan á slæmar horfur í sjávarútvegi, lokun kísilversins á Bakka og gjaldþrot Play. Formaður flokksins fer fram á sérstaka umræðu og atvinnuveganefnd kemur saman vegna málsins í fyrramálið. Þetta hefur gríðarleg áhrif á fólk og fyrirtæki og þarna munu tapast útflutningstekjur upp á 10 milljarða. Ég óska eftir sérstakri umræðu við hæstvirta forsætisráðherra stöðu efnahagsmála. Ríkisstjórnin þarf að svara skýrt. Hvernig verður brugðist við þegar ný áföll dynja yfir? Efnahagsleg áhrif af þessu verða stórkostleg
Þarna erum að ræða, ef mér reiknast rétt til, svona nálægt 6% af útflutningsverðmæti landsins sem búið að loka fyrirfrá með deginum í gær. Vinnumarkaður, atvinnuleysi, það óráðið. Áhrif á verðbólgu eru líka óráðin en nokkuð augljós. 35 megavattar raforku flæða núna ónotuð kerfið. Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur, hversu mikið þetta högg fyrir þjóðarbúið? Það náttúrulega erfitt að segja og fer kannski bara eftir því hvað þetta mun vara lengi, en svona, þetta samt raunverulegt högg til skamms tíma vegna þess að þarna kannski eru hátt í 0,5% af landsframleiðslu landsins bara stopp. Kannski milli 10 og 15% af orkuframleiðslunni bara stopp. Þannig að það hefur náttúrulega gríðarleg áhrif til skamms tíma og maður setur kannski í samhengi við til dæmis gjaldþrot Play sem var fyrir innan við mánuði síðan og það myndi ég segja allavega skammtíma áhrifin og sjokkið af þessu sé að mörgu leyti bara miklu stærra heldur en það var. En við vitum náttúrulega ekkert hvað þetta mun vara lengi. En hver mögulega svona afleidd áhrif af þessu? Já, þetta náttúrulega stór og umfangsmikil starfsemi, þetta útflutningsgrein, þannig að ég myndi segja að það sé svona nánast kannski hægt að taka beinu áhrifin og raun og veru tvöfalda þau, þannig að á ársgrundvelli þetta kannski hátt í prósent af landsframleiðslu sem kannski liggur þannig undir, sem að munar verulega það 1% af verðmætasköpun landsins. Þetta kemur ofan eins og þú ert að tala gjaldþrot Play, kísilverð og Bakka. Hægt að tala þetta séu bara óveðurský á lofti? Já, þau eru búin að vera nokkur núna í haust. Við sjáum það ekki miklu leyti ennþá í tölunum allavega til dæmis eins og við atvinnuleysi, það virðist ekki vera byrjað að koma upp en við gætum átt eftir að sjá það og svona almennt virðist vera svona sæmilegu gangur víða í hagkerfinu en það margt búið að gerast núna stundum tíma sem maður hefur smá áhyggjur af og núna bara í dag á að vera birta fundargerð peningastefnunefndar og manni fannst svona til dæmis peningastefnunefnd vera mjög meðvituð að það veri merki að það veri að hægja og það þurfti að lækka vexti fyrr og ég held að þessi tíðindi hljóti bara ýta undir að það verði eitthvað sem veri rætt núna í næsta mánuði. Höggið stórt, Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur, takk fyrir að koma til okkar. Flugumferðarstjórar aflýstu fyrirhuguðu verkfalli sem átti að vera á morgun. En ósamið í deilunni við samtök atvinnulífsins en flugumferðarstjórar féllust á að aflýsa aðgerðum á morgun þegar betri skriður komst á viðræðurnar í dag. Verkfallið á morgun átti að vera á Keflavíkurflugvelli á milli klukkan 14 og 19. Það hefði þýtt verulega röskun á flugi til og frá landinu, einkum hjá Icelandair. Þetta annað verkfallið sem flugumferðarstjórar aflýsa. Verkfallið sem fyrirhugað var aðfaran á þriðjudags var einnig aflýst eftir að boðað var til fundar í deilunni. En eru fyrirhuguð verkfall á föstudag og laugardag. Næsti fundur í deilunni klukkan 10 í fyrramálið. 7 voru drepnir í umfangsmiklum árásum Rússa á Úkraínu í nótt, þar af 2 börn. Þær umfangsmestu voru í höfuðborginni Kyiv, en þetta fyrsta árás Rússa þar síðan í lok september. 6 voru drepnir í árásum sem var aðallega beint að orkumannvirkjum. Þær hafa nú þegar valdið töluverðum rafmagnstruflunum í borginni og eru þúsundir manna án hita og rafmagns nú þegar vetur að ganga í garð. Будемо сподіватися, що війна ця закінчиться швидше і люди не будуть страждати, як ми сьогодні. Дякую. Í næststærstu borginni Kharkiv var einkarekinn leikskóli sprengdur í morgun. 48 börn voru inni í honum og þau voru flutt í skyndi á öruggt svæði. 1 var drepinn og 1 barn hlaut minniháttar skurð á höfuðið. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, fordæmdi árásina, sagði aldrei hægt að réttlæta árás á leikskóla og Rússar væru greinilega að verða miskunnarlausari. Честно, раскидала МЧСников и добежала. Потому что я все понимаю. Вы же знаете, мама прыгнет и вытянет с огня. Í Zaporizhzhia særðust 15 manns, þar af 2 börn, í árásum víða borgina. 2000 manns voru án hita og rafmagns eftir árásina. Að auki voru gerðar árásir í Odessa, Pálóhrad og Súmi og líklega þessi listi ekki tæmandi. Árásirnar hófust nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagðist hættur við að halda fund með Vladimir Putin, forseta Rússlands, vopnahlé í Úkraínu.
I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time. Go to the line of battle, the battlefield lines, and you pull back and you go home and everybody takes some time off because you got two countries that are killing each other. Hallgrímur Indriðason, nú hefur verið rætt í töluverðan tíma þennan fund Trumps og Pútíns. Hvernig bregðast Rússarnir við þessum orðum? Ja, þeir segja nefnilega þvert á móti að undirbúningur fyrir fund þeirra tveggja sé ennþá í gangi. Dmitri Peskov, fjölmiðlafulltrúinn í Kreml, hann sagði að það myndi enginn sóa neinum tíma, hvort sem hann héti Trump eða Pútín. Þannig að þarna stendur svona aðeins orð gegn orði en það er kannski rétt að nefna það að Zelenski hefur tengt þessar árásir sem við sáum myndir af hérna áðan við það að Trump hafi hætt við að senda Úkrænumönnum langdrægar Tomahawk eldflaugar eins og hann hafði talað og að það þýði það að Rússar telji sig vera í betri stöðu en áður. En nú Zelenski farin í ferð Evrópu og hann að byrja á Norðurlöndunum, ekki satt? Jú, hann fer til Brussel á morgun og hittir þar leiðtoga Evrópusambandsins og svo fer hann til Lundúna á föstudaginn að hitta leiðtoga hérna yfirlýstu viljugu þjóðar sem hafa lýst við stuðningi við Úkraínu. En hann byrjaði á stuttu stoppi í Noregi í morgun, þar hitti hann Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra landsins og Zelenski var þar spurður þennan fund og meðal annars þessa tillögu Trumps að stríðsrekstri yrði hætt á núverandi víglínu. He proposed stay where we stay and begin conversation. I think that was good compromise, but I'm not sure that Putin will support that. I said it to the president. Síðan eftir þetta þá flaug Zelenski til Linköping í Svíþjóð til fundar við Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar. Ástæðan fyrir að þeir fóru þangað var að þeir fóru í verksmiðjur Saab. Þeir fóru þangað til að undirrita viljayfirlýsingu að Svíar myndu sjá Úkraínu fyrir alltaf 150 Gripen orrustuþotum sem Saab framleiðir. Þeir fengu svo að skoða þoturnar á flugi á eftir. Það liggur hins vegar ekkert fyrir það hvenær þoturnar koma til Úkraínu. Kristersson sagði að það yrði stefnt að því á næstu 3 árum og til lengri tíma fengju Úkraína margar svona þotur. Zelenski sakaði hins vegar á þessum blaðamannafundi Rússa að hafa engan vilja til þess að semja stríðslok. We fully realize it's a long road ahead of us, but from today we are committed to exploring all the possibilities in providing Ukraine with a large amount of Gripen fighters in the future. Відкладати тим, що вони готові до дипломатії, або передачу, або продаж томагавків Україні. Таким чином вони просто відкладають безумовні рішення, які є елементами тиску на Росію. Коли Росія буде готова до дипломатії, ми це... Vegagerðin kynnir þessa dagana áform Sundabraut sem á að leggja á milli Kjalarness og Sæbrautar í Reykjavík og drög að breytingu á aðalskipulagi. Þar eru kynntir 2 valkostir, annars vegar jarðgöng og hins vegar brú, en stefnt á að framkvæmdir sem verða í samstarfi ríkis og borgar hefjist á næsta ári og að þeim ljúki 2031. Og þriðji kynningarfundurinn lagningu Sundabrautar stendur nú yfir í Sambíónum í Egilshöll, þar sem íbúar í Grafarvogi í Fjölmöndum. Þar Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður. Anna Lilja, hvernig líst Grafarvogsbúum á framkvæmdina? Já, það eru skiptar skoðanir eins og við var að búast. Nú, fundurinn var afar fjölmennur, hann átti fyrst að vera í Borgarskóla, en svo var ljóst að það hefðu margir áhuga á fundarefninu, þannig að þá var leigður stærsti bíósalurinn í Sambíónum hérna í Grafarvogi, hérna í Egilshöll. En hér er fólk sem veit allt málið. Já, Guðmundur, þetta 3. fundurinn, hvað segir fólk? Já, það eru bara að skipta skoðun. Þetta er, eins og segir, þetta er 3. fundurinn hjá okkur. Við heldum fund upp á Kjalarnesi og svo í Laugardal og hérna í Grafarvogi og það er bara ólík áhrif á mismunandi hverju borgarinnar og þess vegna hafa borgarinnar mismunandi skoðanir og hér í Grafarvogi erum við að tala útivistarsvæðin og annað slíkt, Laugardal umferðin og Kjalarnesi geta menn ekki beðið eftir brautinni. Ásta, hvað brennur á ykkur Grafarvogsbúum? Fyrsta lagi þá urðum við fyrir áfalli að gangna leið alla leið. Það er að segja undir okkar friðlýstu Víkurvoga og kyrrlátu svæði séu ekki metin að neinu. Lífsgæði íbúanna virðast vera lítilsvirði þessu, gríðarlega vond áhrif á hljóðvist. Þetta er eiginlega bara svolítið sorglegt.
En Guðmundur, þetta verður annarkvort brú eða göng, þarna verða veggjöld og þessar framkvæmdir kosta mismikið, verður munur á veggjöldinu eftir hvor kosturinn verður fyrir valinu? Já, það er það og það er markmiðið að gjaldtakan og veggjöldin standi undir bæði framkvæmdinni og ekki síður rekstri og viðhaldi brautarinnar til næstu áratuga. Þannig ef þetta verða göng þá verður veggjaldið hærra? Já, það er þannig. En við höfum alltaf eftir að finna út úr því nákvæmlega hvert veggjaldi verður og hversu langt þú keyrir á brautinni en jú, það er bara felst í því. En Ásta, þið Grafarvogsbúar, þið hafið meðal annars talað svokölluðu gegnirstreymiskverfi. Það er að segja, bæði Grafarvog og Vogabyggð, þar sem verði mikil umferð vegna þessa. Hefur ekki verið tekið nægilega mikið tillit til daglegs lífs fólks? Nei, það virðist vera að umferðin verði mikil. 22.000 bílar eru taldir í módelinu koma upp í gegnum yfir Sundabrú eða göng, hvort sem verður. Og okkar afstæð er nokkuð skýr. Við styðjum Sundabraut en bara í göngum. Bara í göngum, segir Ásta, íbúi í Grafarvogi. En það er ljóst að þetta málun er ekki alveg fullrætt. En við ætlum að hleypa þeim aftur inn á fundin sem hann stendur yfir. Takk fyrir það, Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður. Við ætlum núna að huga að veðrunum því gul veðurviðvörun hefur verið í gildi á Suðaustur- og Austurlandi frá því í morgun. Hálka og skafrenningur eða éljagangur hefur verið á flestum leiðum á Austurlandi og Fjarðarheiði var lokuð frá því fyrir hádegi og fram eftir degi. Þá var vetrarfærð víðast hvar norðanlands. Óvissustig vegna snjóflóðahættu var á Fagradal og í Ólafsfjarðarmúla og varað við sandfoki á Skeiðarársandi og Mýrdalssandi. Með okkur í beinni útsendingu er Jón Þór Víglundsson hjá Landsbjörg. Jón Þór, hvernig hefur dagurinn gengið hjá ykkur? Hann hefur nú að mestu leyti gengið vel. Þetta hefur svona kannski verið bundið að mestu leyti við austanvert landið. Í morgun voru það svona 5-6 bílar sem voru í vandræðum á Fjarðarheiði. Það var smá Norðfjarðarmegin líka. Það var smá foktjón niður á Höfn. En að öðru leyti hefur svona landið að mestu sloppið við að hafa þurft á okkur að halda. En svona eru þið áfram í þessari viðbragðsstöðu í kvöld og í nótt og þá helst hvar? Já, sveitirnar náttúrulega, eða félagar okkar vita náttúrulega hvernig veðurspáin er og fylgjast með henni. Við erum sjálfur sér ekki í viðbragðsstöðu með fólk í húsi en fólk er bara símtal í burtu. Þannig að þið eru eins og björgunarsveitirnar eins og Landsbjörg er alltaf reiðubúin. Það má segja það, já. Jón Þór Víglundsson hjá Landsbjörgu, takk kærlega fyrir að vera með okkur hér í fréttatímanum. Alþjóðadómstóllinn segir að Ísrael beri skylda til að leyfa Sameinuðu þjóðunum að veita neyðaraðstoð á Gaza. Dómstóllinn segir einnig að ekki hafi tekist að sanna fullyrðingar Ísraelsmanna að starfsmenn Palestínu hjálpar Sameinuðu þjóðanna innu fyrir Hamas-samtökin. Ísraelsmenn bönnuðu starfsemi hennar með lögum í október í fyrra en stofnunin var hryggjarstykkið í mannúðaraðstoð á Gaza áður en bann ísraelskra stjórnvalda tók gildi. Ísraelsmenn hafa hafnað álitinu og segja ekki koma til greina að vinna með Palestínu hjálpinni. Álitið er ekki bindandi. Forsvarsmenn Vélfags segja viðskiptaþvinganir vegna tengsla við Rússland setja fyrirtækinu þröngar skorður þrátt fyrir undanþágu sem gerir þeim kleift að starfa. Hún var framlengd síðdegis í dag til 10. nóvember. Tæpir 4 mánuðir eru síðan viðskiptaþvinganir voru settar á tæknifyrirtækið Vélfag vegna tengsla fyrirtækisins við rússneska útgerðarfélagið Norebo. Við erum hérna bara með tómar eyjur, starfsmenn farnir og eins og sér þá er ekkert í gangi hérna, eins og er. Nei. Og þannig að þetta er frekar sorglegt. Málefni Vélfags voru rædd á fundi bæjarráðs á Akureyri miðjan október. Þessum þungum áhyggjum var lýst af stöðu fyrirtækisins. Alfreð segir áhrif að gæta víða fari allt á versta veg. Okkar vélar eru í 85% af frystitoguraflota Íslendinga og víða í landvinnslu líka og okkar viðskiptavinir hafa miklar áhyggjur af því hvert þeir hafi aðgang að varahlutum af þjónustu. Fyrirtækið telur sönnunarbyrði í málinu liggja hjá ríkinu og hefur höfðað mál þess vegna, auk þess sem eigandinn hefur sjálfur höfðað mál. Meirihluta-eigandinn sem hefur verið bannað að ganga inn í stjórn félagsins og sömuleiðis líka veita félaginu fjármagn, hann hefur höfðað persónulegt mál gagnvart utanríkisráðuneytinu.
Þegar fréttastofa leit við hjá Vélfægi fyrr í dag hafði fyrirtækið óskað eftir framlengingu á undanþágu frá þvingunum sem var í gildi fram á föstudag. Þannig að við fáum annarkvort 18 til 20 mánaða framlengingu vegna þess að við þurfum að uppfylla samning sem að tekur í rauninni 6 til 8 mánaða framleiðinni en svo erum við með 12 mánaða ákvæði ábyrgð. Síðdegist báru svo þær fregnir að frestur hennar hefði verið framlengdur til 10. nóvember. Útgerðarfyrirtækið Norepo er í eigu eins helsta útgerðarmanns Rússlands, Vitalis Orlov. Talið er að núverandi eigandi Vélfags, svissneski bankamaðurinn Ivan Nikolai Kaufmann, sé leppur fyrir Orlov og Norepo vinni með ríkisstjórn Vladimírs Pútíns. Kaufmann hefur þvertekið fyrir þetta og það gerir Alfreð líka. Nei, það engin tengsl og hafa ekki verið. Við erum ekki tengd neinum eða höfum verið í eigu neins sem á sanksjónlista eða þvingunarlista Evrópubandalagsins. Það sem hins vegar hefur gerst er það að utanríkisráðuneytið verið stúlkað þetta öðru seldur en Evrópubandalagi og búin að gullhúða þetta. Og í rauninni að reyna að sýna fram á einhverja afturvirka tímalínu sem í rauninni bara þvert brot á Evrópulögunum. Byrjað var að fella útveggi Kringlunar 1 í morgun, gamla Morgunblaðshússins, þar sem ritstjórnarskrifstofur Morgunblaðsins voru til húsa árabil. Áður var Morgunblaðið til húsa í Aðalstræti. Á þessum reit gengt Kringlunni á að rísa íbúðabyggð. Það er fasteignafélagið Reitir sem stendur að þeirri uppbyggingu og Þarfaþing mun annast hönnun og byggingu á fullbúnu húsnæði og bílageymslu. Samið hefur verið uppbyggingu á 170 íbúðum í fyrsta áfanga en íbúðir eiga að verða alls 420. Margir supu hveljur þegar fréttist af því í vikunni að mögulega væri runnin upp sú stund sem fólk hafði óttast langt skeið, að moskítóflugur hefði gerst í heimakomnar á Íslandi. Vegfarendum sem fréttastofa ræddi við leist fæstum vel á þessi tíðindi, þótt aðrir tæki þeim með meiri ró. Hvernig líst þér á að þessi sé mætt til landsins? Ekkert rosalega vel. Nei. Hvernig finnst þér hún svona líta út? Hún er ekkert ljót, sko. Minnir mig svolítið á fólaflugu, eða hrossaflugu, eða hvað sem hann heitir. En, já. Ertu svona smá skelkuð yfir því að við séum komið með moskítóflugu? Ég er alls ekki pödduhrædd, sko. Ég elska skordýr, sko. En þannig að þú ert í raun bara spennt yfir þessu? Ég er kannski ekki beint spennt, en ég er svona að segja, ég vil ekkert vera að láta bíta mig, sko. Mér finnst það ekkert rosa skemmtilegt, sko. Hefur þú komist í kynni við moskítóflugur áður, svona erlendis? Já, á Spáni og svona. Já. En þessi hérna, hún er náttúrulega, sko, skilst okkur svona ekki kuldafælin, þannig að ertu stressuð yfir næsta sumri og jafnvel þessum vetri? Já, ég fæ oftast svona pínu ofnæmisviðbrögð í bit, sko, þannig að ég held að þetta var ekkert skemmtilegt. Nei, mér finnst það ógeðslega hræðilegt. Já. Hvernig finnst ykkur hún svona lítið út? Hún er svona ófrýnileg. Já, hún er ógeðsleg. Ég náttúrulega vil ekki hafa þessa kvikindi nálægt mér en ég meina það sést ekki til því að gera. Sko, ég fylgir sig að það er rosalega mikið moskító en ég sé ekki hérna. Það eru komnar þrjár flugur sem fundist hérna á landinu og þeir sérfræðingar telja að þær séu komnar til að vera. En þú segir það eru margar á Filippseyjum þannig að þú ert kannski ekki hrædd. Nei, ég er alls ekki hrædd, sko. Okay. Það er bara út allt skító þar, moskító þar. Þannig að þú ert vön? Já. Þetta er bara sama á með lúsmiðina held ég, já, pirrandi. Já, bara pirrandi en ekki, þú ert ekki hræddur? Nei, ekki svo sem mér. Eru þið eitthvað svona hræddar við bara þegar sumri kemur og þessi? Já, ég er það. En, já. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að tala þetta hérna, snjallsímann sem sumir kalla þjónun, aðrir tímaþjóf og þessa dagana þá stendur yfir átaki Lítu upp sem gengur út á að fá okkur til þess að líta upp úr skjánum og taka virkari þátt í lífinu. Við ætlum að ræða þetta við þá Skúla Braga Geirdal hjá Netvís og Huginn Ástórsson sem er jafnréttisfræðari hjá Hinu húsinu. Við ætlum líka að líta við hjá BSRB þar sem undirbúningu fyrir kvennaverkfall var í fullum gangi í dag. Og svo ætlum við að fjalla um spennutrillin Víkina sem verður frumsýnd á næstunni og var tekin upp á Hornströndum við óþyrmilegar aðstæður. Bergsteinn, við missum ekki að Kastljósinu. Takk fyrir þetta. Við ætlum að líta hins vegar til veðurs. Gular viðvaranir eru í gildi vegna norðan hvassviðris og hríðar á suðaustur og austurlandi. Djúp lægð við Færeyjar heldur til suðurs í kvöld
og þá dregur smám saman úr vindi og ofankomu austanlands. Á morgun útlit fyrir fremur hæga norðlæga átt en strekking suðaustan til. Víða bjart en dálítil él á norðaustanverðu landinu fram eftir degi og þykknar upp vestanlands annað kvöld. Hiti verður eða yfir frostmarki að deginu. En við ætlum að fjalla nánar veðurspána að loknum íþróttum. Dagur Kári Ólafsson braut blað í íslenskri fimleikasögu í dag þegar hann keppti fyrstur Íslendinga til úrslita í fjölþraut á heimsmeistaramóti í áhaldafimleikum. Viktor Bjarki Daðason og félagar hans í FCK mættu Dortmund í meistaradeild Evrópu í gærkvöld. Viktor Bjarki var þá þriðji yngsti í sögu deildarinnar til að skora mark. Og íslenska kvennalandsliðið fótbolta mætt til Belfast þar sem liðið mætir Norður Írlandi í umspili þjóðadeildarinnar á föstudag. Ekki missa af íþróttum hér eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Framleiðsla Norðuráls á Grundartanga í uppnámi og keyrt á þriðjungs afköstum. Forstjóri Norðuráls og formaður Verkalýðsfélags Akraness segir þetta gríðarlegt áfall og hagfræðingur segir þetta mikið högg fyrir þjóðarbúið. Rússar gerðu harðar árásir í Úkraínu í morgun þar á meðal á leikskóla í Kharkiv. Forseti Úkraínu telur það góða málamiðlun að hætta stríðsrekstri við núverandi víglínum og semja svo stríðslok. Flugumferðarstjórar aflýstu í dag verkfalli sem sett hefði flugáætlun Icelandair úr skorðum á morgun. Ágætisgangur í viðræðunum en verkföll eru enn fyrirhuguð helgina. Utanríkisráðuneytið framlengdi í dag undanþágu frá refsiaðgerðum sem fyrirtækið Vélfag hefur sætt vegna tengsla við Rússa. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustum fréttir má eins og alltaf finna inn á ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Kiljan, þáttur sem hefur verið löngu orðinn ómissandi í bókmenntaumræðunni í landinu. Egill og bókhelski